En fyrsta mál á dagskrá tæknilæsi ungmenna og til máls tekur Thelma Ósk Þórhallsdóttir. Forseti, fundastjóri, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Í mars 2020, rúmum mánuði eftir að veiran sem varð að heimsfaraldri, COVID-19, umturnaði líf okkar á Íslandi, stóð ég hér á þessum stað og flutti mál mitt undir fyrirsögninni Tæknilæsi ungmenna. Það var vel tekið í málið og bæjarfulltrúin sem kom upp fyrir hönd bæjarstjórnar upplýsti mig að frekar yrði lagt áherslu á tæknimál í þeim skólum sem tilheyra Akureyrarbæ. Nú ég komin árið seinna í miðjum heimsfaraldri og spyr ykkur, hvaða árangri á sviði tæknilæsis og stafræna þróunar höfum við náð á þessum liðna ári? Á þessum sama tíma og heimsfaraldur hófst og stigmagnaðist, hóf ég og lauk mínu fyrsta ári í menntaskóla. Mér var verulega brugðið þegar í fyrstu viku menntaskólagöngu minnar fékk ég í hendur leiðbeiningabækling hvernig ætti að setja upp og nota grunnaðgerðir í Excel og Word, eitthvað sem ég hefði lært á yngsta stigi í öðrum grunnskóla í öðru sveitarfélagi og sem mín eigin foreldrar höfðu kennt mér árum fyrr. Staðan versnaði bara þegar ég leiti í kringum mig og hlustaði á samnemendur mína og heyrðist segja, ég skil ekki, ég get þetta ekki, þetta of flókið og það allra helst, ég of tækniheft fyrir þetta. Þetta voru orð 16 ára framhaldsskólanema frá mismunandi skólum úr sveitarfélaginu og víðar. Finnst okkur þetta í lagi? Þessi krakkar sem munu upplifa hröðustu og mestu breytingar á sviði stafrænnar þróunar í mannkynssögunni voru í vandamáli með grunnaðgerðir á tölvu í forriti sem að minnstakosti ágætur hluti þeirra mun nota stóran hluta af lífi sínu. Líkt og í fyrra þá lögðum við fram könnun. Þó skal hafa í huga að þáttaka var ekki eins góð og í fyrra, enda var þessi könnun lengri en sú sem við sendum frá okkur fyrir ári og teljum við það ástæðuna á bak við lélegri þátttöku. Það kemur þó ekki í veg fyrir að tölurnar segja staðreyndir. Í ár tóku 235 nemendur í bæði grunnskólum sem og framhaldsskólum í sveitarfélaginu þátt. Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir fengu kennslu í skólunum sínum, svaraði 15,7% nemenda að það veri kennd upplýsingatæknikennsla í skólum þeirra. 52 í miklu magni, þar að segja. 52,8% sagði að veri UT-kennsla í litlu magni, 8,9% sögðu að veri engin upplýsingatæknikennsla og 22,6% voru hreinlega ekki viss hvort það væri kennd upplýsingatækni í skólunum þeirra. Þegar nánar var spurt út í hvernig upplýsingatæknikennslu var háttað, hvort það voru bara tímar eða hvort það var samþætting og hversu mikil, svöruðu 10% að upplýsingatæknikennsla væri hvorki til staðar í formi kennslustundar né samþættingar. Þó á móti kemur að aðeins 78% sögðu að sé mikið unnið með tölvur í þeirra skóla og 20% segja að sé mikið stundum unnið með tölvur í þeirra skóla. En hvað segir það okkur? Ungmenni eru greinilega að nota tölvur, en með hvaða forriti og hvaða tilgangi? Erum við að undirbúa nemendur í grunnskóla vel fyrir framhaldsskóla og lífið? Að loknum spurðum við þau út í hvort þau teldu sig hafa nægilega tæknikunnáttu og hvort þau vildu læra meira. 78,3% töldu sig hafa góða tölvukunnáttu og af þeim voru 40% sem vildu læra meira. 20% taldi sig ekki hafa nægilega tæknikunnáttu en vildi læra meira. Og 1,7% taldi sig ekki hafa nægilega tæknikunnáttu og vildi ekki læra meira. Ég vil að þið, ágætu bæjarfulltrúar, velti þessum tölum úr stöðinni sem nú í samfélaginu fyrir ykkur. Til að styðja mál mitt enn frekar vil ég biðja ykkur að líta aftur tímann, yfir hið liðna ár þegar COVID-19 fór eins og eldur hið íslenska samfélag. Í stað hefðbundinnar kennslu fór fram fjarkennsla sem öll var gerð á netinu og í gegnum tölvur, sem gerði okkur kleift og sem gerði okkur unga fólkinu sérstaklega kleift að halda einhvern stöðuleika í glundroða aðstæðum. Tæknin gerði okkur þetta kleift af því það var einhver þarna út í heimi sem ákvað að læra á tölvur þeirra möguleika, þær lausnir og tækifæri sem hægt að skapa með þeim. Ímyndið ykkur ef allir myndu fá þau tækifæri og ef allir myndu hugsa svona. Hvernig samfélagi við myndum búa í? Ég trúi því að Akureyrarbær sem sveitarfélag og Ísland sem þjóð sé í fullkomni stöðu til að vera í fararbroddi þessa framtíðarsamfélags með víðleitni og stafræna þróun að leiðarljósi.
Ég vil að Akureyrarbær verði það samfélag sem önnur sveitarfélög líta til, ekki aðeins vegna sterkrar stöðu okkar í baráttu réttindra ungs fólks, heldur einnig sem framtíðarsækið og opið samfélag með sterka stafrænar þróunarstefnu. Og jú, við erum að gera eitthvað, en við getum gert svo mikið meira og svo mikið betur. Við, sem fyrsta barnvæna sveitarfélag landsins, ættum að halda áfram að sýna gott fordæmi með því ekki aðeins bæta líf ungmenna í núinu, heldur bæta það svo þeim verði allir vegir færir á morgun, í næstu viku og í framtíðinni. Setjum ungmennum sveitarfélagsins ekki hamlanir, gefum þeim besta möguleika sem þau eiga á og gerum þeim kleift að feta þann veg sem þau vilja feta á vinnumarkaði framtíðarinnar. Þetta er gert með aukinni og betri upplýsingatæknikennslu sem byrjar ungt og fylgir þeim í gegnum skólagöngu sína. Þetta er gert með kennslu sem lagar sig að breytingum. Takk fyrir mig. Þá hefur Thelma Ósk lokið máli sínu og tekur Hildur Jana Gísladóttir við. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar ungmennaráðs, gaman að vera með ykkur hérna í dag. Ég vil byrja á því að þakka Thelmu kærlega fyrir þessa brýningu og ég get eiginlega ekki annað sagt en ég taki innilega undir hennar orð. Ég hef oft undrað mig á því og reyndar næstu síðan ég var á ykkar aldri hversu óskaplega langan tíma það tekur að ná árangri í þessu málaflokki. Undanfarin áratugi þá hefur okkur verið algjörlega ljóst að tæknibyltingin sem á sér stað er komin til að vera og grunnfærni í stafrænum heimi mun skipta sköpum til framtíðar. Mér þykir líka ansi leitt að heyra þína upplifun á mununa og nemendum innan þessa sveitarfélags og annarra, ekki síst vegna þess að við viljum, við sem erum í bæjarstjórn, að Akureyrarbær skari fram úr á þessu sviði. Frá því að við hittumst fyrir ári síðan þá hefur Akureyrarbær samþykkt nýja menntastefnu og aðgerðaráætlun með menntastefnunni. Það er að segja hvert við ætlum að stefna og hvernig við ætlum að ná þeim árangri og meta árangurinn sem er ekki síður mikilvægt. Í stefnunni sjálfri kemur fram að áhersla sé lögð á stafrænt læsi og nýtingu tækni, samþættingu námsgreina og heildstæða nálgun í námi barna. Vefmiðlar og upplýsingatækni sé nýtt með það að markmiði að hjálpa börnum til að vera virkir þegnar í alþjóðlegu samfélagi. Í aðgerðaráætluninni sem fylgir menntastefnunni er síðan lögð sérstök áhersla á upplýsingatækni og að gera sérstaka stafræna stefnu fyrir skóla bæjarins og mynda starfshóp sem á að hafa það hlutverk að fylgja málinu eftir. Þá er lögð sérstök áhersla á stafrænt læsi og nýtingu tækninar en gert er ráð fyrir því að ávallt séu nýttar lausnir við hæfi og tækni nýtt til að auka gæði skólastarfs. Þá er einnig að sjálfsögðu lögð töluverð áhersla á að starfsfólk skóla fái stuðning til að þróa sig áfram í starfi, en það skiptir að sjálfsögðu mjög miklu máli. Þá er einnig lögð áhersla á bæði innra og ytra mat sem að leiði til umbóta í menntastarfi. Það þýðir í rauninni að skólarnir eiga annars vegar sjálfir að meta árangur sinn og gera umbótaáætlun þegar að þess þarf, en einnig að fengir verði utanaðkomandi ráðgjafar til þess að meta árangurinn og benda á það sem betur má fara. Þannig að eins og áður segir, frá því við hittumst hér í fyrra er búið að móta stefnu sem byggir á þessum áherslum, formgera aðgerðaráætlun hvernig við ætlum að ná þeim árangri og leggja fram hvernig við ætlum að meta árangurinn. Fyrsta mat á árangri í innra mati skóla hefur farið fram, en þá var mat á upplýsingatækni ekki inn í því mati, en þriðjungur áhersla er metin á hverju ári. Þess vegna hef ég ekki upplýsingar hvað hefur breyst á liðnu ári því miður, en það verður metið í framhaldinu. En bara til upplýsingar svona í lokin, þá ver Akureyrarbær á hverju einasta ári 120 til 130 milljónum króna í upplýsingatækni í skólakerfi bæjarins. Þess utan voru á liðnum 3 árum settar samtals 90 milljónir í nútímavæðingu skóla ofan á áðurgreindar 120 til 130 milljónir. Ég held að bæði stefnan, aðgerðaráætlun og fjármagnið sem sett er í þetta verkefni sýni að bæjarstjórn Akureyrarbæjar tekur málinu alvarlega og leggur gríðarlega áherslu á að við náum betri árangri og séum í fremstu röð. Þá hefur Hildur Jana Gísladóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust. Til máls tekur Thelma Ósk.
Ég vil byrja á að segja takk fyrir þetta, Hilda Jana. Það er frábært að heyra að Akureyrarbær sé að eyða svo miklu peningi í þetta og það er náttúrulega vel sem við viljum. En einmitt að því hún nefndir að aðeins þriðjungur sé tekinn og mældur samkvæmt þessum svona könnunum eða álitsmati, þá er það ekki nóg fyrir stafræna kennslu. Þetta er málaflokkur sem þarf að endurskoða árlega að mínu mati og því legg ég til að Akureyrarbær breyti til og fari að skoða þennan málaflokk árlega. En aftur þá er frábært að sé verið að leggja áherslu á þetta og þetta sé komið í ferli. Takk fyrir. Þá hefur Thelma Ósk lokið máli sínu og Hilda Jana tekið til máls. Forseti, ágætu fulltrúar ungmennaráðs. Ég gleymdi kannski einu sem að talar kannski svolítið inn í það sem að þú ert að nefna, sem ég held að geti skipt miklu máli. Það er búið að gera núna drög að upplýsingatæknistefnu. Það er búið að fjalla hana hjá fræðsluráði og hún gæti einmitt skipt sköpum til þess að lyfta þessum málaflokki enn hærra upp til þess að hann verði metinn sérstaklega. Þannig að ég bind vonir við að bæði ungmennaráð og fræðsluráð muni fjalla þessi drög að upplýsingatækni sem gæti fært okkur að minnsta kosti 150 skref áfram. Þá er Hilda Jana Gísladóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu og orðið er laust.